Já, góðkvöldið, velkomin í þáttinn Heimsmyndir, þar sem að ég tala við allskyns góða gesti heimspeki og lífspælingar. Og í þetta sinn ég búinn að fá til okkar Atla Harðarson, heimspeking og doktor. Og við ætlum að ræða svolítið Baruch Spinoza, frumspeki hans og svona ýmsar pælingar. Velkomin Atli. Takk að þið fyrir og takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Og en áður en við dembum okkur í heimspekina sjálfa, þá kannski brennum við aðeins yfir forsöguna. Ég nefnilega kynntist konuðinni Hörpu Hreinsdóttur á netinu fyrir mörgum árum. Svo fór ég sjálfur í heimspekina. Og þá var ég að skoða John Locke, ritgerðir ríkið og tók eftir að Atli Harðarson væri bara eiginmaður Hörpu Hreinsdóttur. Ég var mjög hrifinn, sko. Svo sagði ég við hana Hörpu, sko, að heyrðu, vá, þú ert bara gift honum Atla, maður. Og það sagði hún eitthvað svona á það leið að hún ætlaði vona nú að það væri nú ekki það sem væri merkilegast við hana. Enda held ég að þetta hjónaband væri nú ekki jafn farsælt og það hefur verið ef að það væri ekki ýmislegt miklu merkilegra við hana Hörpu heldur en hafa náði í mig. Það er með þér. Nei, það held ég nú ekki, sko. Þetta var mjög gaman að tala við ykkur bæði. Ég ætlaði að skjóta því að til gaman, sko, að þú sem sagt laugst BA-prófi í heimspeki og bókmenntum frá Háskóla Íslands þegar þú varst 22 ára árið 1982. Já. En ég gerði þið sama núna í fyrra, 46 ára. Þannig að ég ólíkt meira seinþroska í þessu, sent til, sko. En enga síður, mjög gaman að hafa farið þessa sömu braut. Hvernig fannst þér þessi blanda heimspekinu og bókmenntafræðin? Mér fannst þetta þá ekki vera blanda. Mér fannst þetta vera tvennt ólíkt og ég byrjaði raunar í bókmenntafræði. Ég hef alltaf verið heillaður af sögum og kvæðum og skáldskap. Frétti svo þegar ég var þarna fyrst ári í bókmenntafræðinni af heimspeki kennurum og heyrði sögur af þeim og heimspeki kursum og ákvað að hætta þá við að taka bókmyndirnar sem aðalgrein og gera þær að aukagrein og fara í heimspekina og það var ákaflega skemmtilegt en heimspekin var ný fyrir mér þá að mestu leyti. Ég hafði svo sem unglingur lesið eitthvað ofurlítið heimspeki en það var lítið þannig að þegar ég kynntist heimspeki á öðru ári í háskóla þá var hún mér nýr heimur. Já. Og ég sá ekki þá, ég sé það svo sem núna að heimspekingur og skáld eiga nú kannski talsveit mikið sameiginlegt. Okay. En ég trúði því þá að skáld byggju bara til eitthvað sem ekkit svo sem ætti segðu okkur neitt raunveruleikann, þeir bara skálduðu og ég held að heimspekingar væru að svifta huluna því hvernig veruleikin í raun og veru. Ja. En ég þykist vita núna að í báðum hópum skáldi fólk og í báðum hópum gerir fólk líka ýmsar uppgötvanir og komi stað hinn og þessu. Já. Og ég ber meiri virðingu fyrir skáldskap sem upprættu þekkingar og hef kannski meiri efasemdir um að heimspekileg rök segja okkur endilega hvernig heimurinn er. En þau eru kannski í rauninni einhvers konar skáldskapur, einhvers konar sköpunarmáttur eða verk. Heimspekileg rökin. Það hafa heimspekingar frá upphafi verið að reyna að svara því hvernig veröldin raunverulega er. Hvernig heimurinn var til og akkur veröldin er eins og hann er og líka svara ýmsum spurningum hvað fólk ætti að gera, hvað rétt breytni og svo framvegis. En þeir hafa líka frá upphafi verið að
frá upphafi hefur viðleitni heimspekinga snúist að skapa okkur lífvænlegar hugmyndir og lífvænleg hugmynd, lífvænleg hugsun, hún þarf að passa við það sem við raunverulega þekkjum. Hún getur ekki stangast á við vitneskju sem aflað í bæði með hversdagslegri reynslu og með vísindalegum rannsóknum. En hún seilist yfirleitt talsvert lengra. Þannig að frá Grikkjunum í fornöld til nútímans hafa heimspekingar verið að skálda okkur eitthvað til að trúa á og reynt að láta það passa við það sem þó vitað, en sumir hafa teikt sér tölverðan spöl út fyrir allt sem hægt að tala að sé einhver sé hægt að staðfesta eða sýna fram á Já. Þannig að heimspekingarnir hafa oft margir þeirra eru svona rökgreiningar heimspekingar og svo eru þeir stundum að reyna að tala hið góða líf og þá oft með alls konar vangaveltum sem eru miklu síður rökgreiningar heimspeki og þá er eiginlega farin að vera með kannski hálfgerða bókmenntir eða ljóðlista eða eitthvað. Já, þegar ég byrja í heimspeki þá kynnist ég á fyrsta ári í heimspeki rökgreiningar heimspeki, fólki sem fór í saumana á rökfærslum og hugtökum og reynda að greina hvað átt væri við með hugtökum eins og kannski ábyrgð eða réttlæti og þá hélt ég að með slíkri greiningu þá væri leitt eitthvað í ljós líf okkar, hvernig það væri og hvernig best væri að lifa því. Já. En það má svo sem spyrja hvort greining á því hvað fólk meinar þegar það segir eitthvað orð segir nokkuð annað en bara það að fólk hefur þennan talsmáta, það gæti haft annan talsmáta og notað önnur orð og Er þetta ekki svona Wittgenstein pæling? Jú, kannski, kannski. En þú og Bjarni Harðar eru bræður. Já. Og hann í bókaútgáfu og slíku. Já. Og þú fórst beint í bókmenntafræði. Já. Hvaðan kemur þessi bóka áhugi svona snemma? Við vorum sílesandi. Ég held að fjölskyldan hafi verið sílesandi. Foreldrar okkar fóru með okkur frá unga aldri reglulega bókasöfn og þá var ekki teknar heim fáeinar bækur, það var tekin heim stór kassi af bókum, svona kassi eins og skipsáhafnir fengu að taka með sér á sjóinn og ég held að þetta hafi verið við fengum þetta í uppvextinum áhuga á bókmenntum og áttum foreldra sem höfðu áhuga á sögum og kvæðum. Þú sendi mér þessa stórskemmtilegu grein Spinoza sem trúarbragða höfundur, hugleiðing frumspeki hans og lífsleikni. Já, og þessi grein kannski dæmi það sem ég var að tala Spinoza, hann að skrifa þetta á öld vísindabyltingarinnar á 17. öld. Hann þekkti þessa nýju heimsmynd sem vísindamenn voru að skapa, Galileo og eftirmenn hans. Og hann skrifaði heimspeki sem átti að koma heim við þessa vísindalegu þekkingu en var miklu meira því að hann skapaði raunar einhvers konar trúarbrögð, eitthvað sem gat tekið við af eldri átrúnaði, verið fólki einhvers konar leiðarljós, passaði við vísindalega þekkingu en
hann sagði náttúrulega heil lifandis ósköp til viðbótar við það sem með einhverju móti er hægt að halda fram að sé vitað og það er kannski ekki takt að fara fram á meira af hugsuði sem reynir að segja eitthvað sem hjálpar fólki að lifa betra lífi en að það sem hann segir komi heim við það sem þó er vitað og hjálpa okkur jafnframt að lifa betur til þess að gera það, til þess að láta það sem þó er vitað hjálpa, bæta við það sem þó er vitað, einhverju sem hjálpar okkur að lifa betur, þá getur þurft að bæta ansi miklu við það sem er raunverulega vitað og það er það sem ég held að Spinoza hafi gert og hann gerði það fallega og heiðarlega og heillaði mjög marga. Hann er sem sagt 17. aldar hugsuður, Baruch Spinoza, var gyðingur, var rekinn úr sínum söfnuði fyrir, hvernig var það? Fyrir trúalegar nýjungar, eða það var Sókrates. Það er, honum var borið það á brýn að hafna sem sagt gyðingdómi og kristni og var ritans voru bönnuð vegna þess að hann var talinn villutrúarmaður. Nákvæmlega hvers vegna gyðingasöfnuðurinn í Amsterdam rak hann vitum við ekki. Við vitum að sem sagt, það var lýst bölvun á hendur honum og honum bannað að koma í samkunduhúsið og þegar það var gert, þá var yfirleitt gert ráð fyrir því að menn kæmu nokkrum dögum seinna iðrandi, bæðust fyrirgefningar og tækju út einhvers konar kárínur, einhvers konar straff eða gerði einhverja yfirbót og væri tæknir sátt. Þetta var tæki til þess að þetta var verkfæri fyrir svona félagslegs taumhalds. Þetta að geta rekið fólk úr trúfélagi. Þetta var, kirkjan gat þetta líka og yfirleitt var gert ráð fyrir því að fólk yðraðast og kæmi aftur en af einhverjum ástæðum gerði Spinoza það ekki. Hann bara nýtti sér það að andrúmsloftið í Hollandi og stjórnmálin í Hollandi voru þannig á þessum tíma að þetta var mögulegt, þetta var svona rétt svo mögulegt að lifa utan trúfélaga og Spinoza var frumkvöðull í að gera það gerði það nánast engir aðrir á þessum tíma að lifa utan trúfélaga þannig að þeir sem voru hugsanlega trúlausir létu samt heita að þeir sem sagt tilheyrðu trúfélagi, væru kaþólskir, væru kalvinistar, væru gyðingar. Holland var óvenjulegt, þar var margs konar átrúnaður, þar voru mótmælendur, þar voru kaþólikar, þar voru gyðingar og þar var einn maður sem var bara ekki neina af þessu og virðist nú hafa svona umgengist frekar fáa átti vinahóp en hafði sér ekkit mjög mikið í fram en skrifaði nokkra bækur og frægasta bókin af siðfræðin kemur út af honum látnum og er sem sagt þegar í stað bönnuð víða og öldin er ekki öll þegar Spinoza er á mörgum álitin hættulegasti maður heimsálfunnar sem er alveg út því að hann hélt fram sem sagt hélt fram kenningu sem fólki þóttu algjörlega óheyrilegar og maður velti fyrir sér hvers vegna þessar kenningar þóttu svona óheyrilegar og skelfilegar því að við höfum dæmi efnishyggjumenn eins og Thomas Hobbes skrifar á ensku á Englandi svona stúdíu mannlífið sem virðist minnst að kosta á yfirborðinu vera trúlaus efnishyggja þó hann segi að Guð sé til, þá er hann algjör auka atriði í ritum hans menn eins og Gassendi í Frakklandi settu líka fram kenningar sem við getum
með skosti skili sem trúlausa efnishyggju og Spinoza var borið á brýn að guðleysi en það samt svolítið skrítið guðleysi því að fyrsti kaflinn í þessari bók sem var bönnuð fjallar Guð og sem þá hinn eini sanni veruleiki og síðasti kaflinn endar á pælingum eilíft líf sálarinnar og það mjög skrítið guðleysi. Það ekki það sem við myndum venjulega að kalla guðleysi. En þetta voru sennilega var Spinoza hættulegur ekki vegna þess að hann hafnaði trúarbrögðum, heldur vegna þess að hann setti fram hugmyndir sem kepptu við gyðingdóm og kristni hljómgrunn í hjörtum mannana. Að það var eitthvað fallegt við þetta sem hann sagði, það var eitthvað háleitt og það gaf fólki einhverja von, það studdi við jákvæða viðleitni til að reynast öðru fólki vel. Þessi kenningar þessar bókar, þær virðast eiga að vinna svipað verk og bara svona fermingalærdómar, hjálpa mönnum að verða góðir og gefa þeim einhverja von og lyfta huganum sko. Og ég held að ástæðan fyrir því að Spinoza var miklu meira bannaður heldur en til dæmis Hobbes eða Gassendi sé ekki svo að hann var meiri trúleysingi, heldur svo að hann skapaði eiginlega ný trúarbrögð sem hafa líklega fengið töluverða útbreiðslu síðan, það að segja hugmyndir hans hafa gengið inn í þangagang fólks víða heim án þess sem að fólkið endilega kalli sig spínósista. Við höfum að vísu dæmi frá 18. og 19. öldum fólk sem gengst við því að vera heillað af kenningu Spinoza. Ég hef heyrt þig kallað spínósista. Mig? Já. Já, allt í lagi það. Ég er í bara góðum félagskap með Goethe og Stefani G. og fleirum. Og það bara, ef ég er spínósisti, þá er ég allavega ekkert í vondum félagskap. Spinoza sem sagt var sem sagt glerslípari eða svona búið til lífs? Jó, svo hann þurfti einhvern veginn að lifa fyrir sér og sagan segir að hann hafi búið til sjóngler. Þetta náttúrulega á þessari öld eru sjónaukin og smásjáin þessi tæki vísindana þróuð og hann fylgist með nýjungum í vísindum og tekur einar þátt í starfi vísindarsamfélagsins óbeint með því að taka þátt í væntanlega smíði vísindatækja sem þá voru og ég veit svo sem ekkert glerslípun, ég býst við að þetta sé list sem krefst verulegar þekkingar og verulegar teknikunáttu að búa til góð sjóngler. En hann var alveg ofsalega vel liðinn svona samkvæmt öllum heimildum og þú segir í ritgerðina að hann hafi jafnvel þótt vera helgur maður. Já, þetta svolítið sko Spinoza var skamlífur. Hann fæðist 1632, deyr 1677. Hann lifir ekki lengi. Og verulegur hluta bréfum hans og persónulegum gögnum eru glötuð. Vinir hans virðast hafa fargað hluta af þessu. Það var eitthvað í þeim væntanlega sem þeir vildu ekki að sæjist hvað sem það nú var sko. Og þannig að sagfræðilegar heimildur að Spinoza hafi verið helgur maður eru ákaflega rýrar. En það fór strax á kreik þessi helgisagn Spinoza. Hann hafi verið sko afar ljúfur í lund og haft þetta jafnaðargeð og verið nánast helgur maður.
og við vitum svo sem ekki af hverju svo helgisaga verður til en það er ljóst að mjög margir heilluðust af kenningum hans og fóru lengt með það því að við vitum núna af rannsóknum á skjálasöfnum og gamlum bókasöfnum að bækur hans gengu í uppskriftum og leynilögum og fólk sem sagt lærdómsmenn og hugsuðir voru að deila þess á milli sín og svona kvíslast á Spínós og þú nefndi Bjarna bróður minn í bók hans síðustu daga Skálholt, einn af þrem í þeirri trílógíu þá er séra Þórður og hreppunum látin komast út í Kaupmannahöfn komast í Spinoza uppskrift af reitum Spinoza og það er algjörlega raunhæft sko, því að og þetta er byggt á sagnfræði rannsóknum sem Jóakim Ísrael hefur kannski verið leiðandi í að þessar uppskriftir af handrit þar sem menn kóperuðu rit Spinoza og leynilegar útgáfur á bókum hans þetta fór víða, þetta var sem sagt þær voru bannaðar en þær höfðu þá sætleika forbóðin ávasta á fólk og ég svona get mér þess til í þessari grein og svo sem þú sérði í heimildaskrána, ég svo sem ekkert að giska á þetta bara að því að mér datt í hug heldur vegna þess að það eru ýmsar heimildir sem svona styðja það að ástæðan fyrir þessari helgimynd á Spinoza var að hafi verið að menn þorði ekki beinlínis að hrósa kenningum hans en fannst að það þyrfti hann verðskuldaði einhvers konar hrós og þá var allt í lagi að segja það að hann hafi verið dagfarsprúður og ljúfur í Lund það var ekki hægt að hanga menn á því að hefur verið viðurkennt í kristni alla tíð og það voru til dygðugir heiðingjar Þú segir einmitt sko ef til vill reyndu menn að hrósa manninum til að tjá velþóknun á hugsun hans. Já. Því fæstir þorðu að taka undir mikið af því sem hann sagði. Já, ég held að þetta hafi verið eitthvað eða það. En svo getur líka vel verið að hann hafi bara verið þessi einstakki ljúflingur, sko. Ég skal en sem sagt, traustar heimildir samskipti hans við annað fólk eru afskaplega litlar. Við eigum svolítið að bréfum sem hann skrifaði vinnu sínum bæði til þeirra og frá þeim. En afskaplega lítið. En ef við reynum að fara aðeins í heimspekina, þá er Spinoza bregðast við heimi, sérstaklega Descartes kannski, þar sem að búið er að búa til þessa tvíhyggju huga og efni, eða huga og líkama. Og það er svona svolítið kristilegt í dag og það er alltaf þessi andi eða Guð og allt þetta sem er svona algjörlega óefnislegt og svo er heimurinn bara efnislegur. Og í nútíma veraldlegri efnishyggju þá er bara ekkert nema efnið og hugurinn er bara einhver rafbóð sem er efni. Þannig að einhvern veginn er Spinoza mitt á milli og hann reynir að segja að tvíhyggja huga og efni sé röng, sem sagt efnið er ekki ástand í huganum og hugurinn er ekki ástand í efninu, heldur eru bæði hugurinn og efnið ástand í eitthvað sem hann kallar substans. Já. Og hvert fer hann með þetta? Og kannski rétt að bakka aðeins, sko. Frá gamalli tíð hefur kristni verið til í bland við tvíhyggju, en það hafa ekki allir kristnir heimspekingar aðhylst tvíhyggju. Nei. En sko tvíhyggjan raunar gerir efnisheiminn dauðan í rauninni. Tvíhyggjan gerir efnisheiminn algjörlega meðvitundalausan. Og þá er bara einhvern veginn til bara algjörlega tvenns konar veruleiki. Það er efnisheimur sem er í rauninni algjörlega meðvitundalaus og dauður og líkami minn er þá hluta þessum efnisheimi og svo er til bara eitthvað allt annað, bara sál sem er ekki efni og þá er algjörlega sko þá er algjörlega óútskýrt sko hvernig stendur á því að hjá að minnsta kosti einni dýrategund manninum eru 2 hlutir sem eru ekki efni. Og það er algjörlega óútskýrt sko hvernig stendur á því að hjá að minnsta kosti einni dýrategund manninum eru 2 hlutir sem eru ekki efni. Og það er algjörlega óútskýrt sko hvernig stendur á því að hjá að minnsta kosti einni dýrategund manninum eru
hver skrokkur tengdur einni sál, veitu, hérna, ef að skrokkurinn gæti í rauninni tímgast og hérna, eignast afkvæmi bara algjörlega með því að ganga fyrir lögmálum efnisheimsins og vera meðvitundalaus. Hvernig stendur þá á þessu? Og hérna 17. aldar hugsuður eins og Descartes, þeir einhvern veginn útskýrðu þetta bara með því að segja að Guð hafi einhvern veginn bara límt saman þessar tvo hluti, sko. Þannig að það eru sem sagt, það eru núna nokkrar billjónir mannslíkam á jörðinni og bara við hvern þeirra er límt sál. Og þessi tveir hlutir eru bara algjörlega á sitt hvoru tagi og svo þegar líkaminn deyr þá fer sálinn bara eitthvað annað, sko. Og hún er ekki, og það þarf ekki nema bara orða þessa hugsun til að sjá að hún er ákaflega ótrúleg. Sko, hvernig getur það þá til dæmis verið að nánast hvaðina sem kemur fyrir líkamann, til dæmis lyf sem líkaminn tekur eða segjum eitthvað sem líkaminn setur í sig, kannski áfengi, breytir einhvern veginn ásigkomulagi hugans. Þá er þetta einhvern veginn allt bara mjög dularfullt með það. Og þá koma svo í framhaldinu efnishyggjumenn og segja, það er kannski heimurinn bara helmingurinn af þessum heimi sem Descartes lýsti. Kannski er ekkert til nema velgengur efnisheimur sem er í rauninni í kjarnan bara dauður, en einhvern veginn gerist það að þegar verða til miðtaugakerfi í að minnsta sumum dýrum og þau eru orðin eitthvað óbáslega flókin, þá bara hókus pókus verður til, sko, meðvitund, reynsla, tilfinning. Það er rauninni bara nútíma vísindahyggja. Og mjög margir virðast núna sem sagt aðhyllast einhverja svona hugsun að meðvitundin að það að við upplifum eitthvað, það að við höfum tilfinningu, það sé einhvers konar afleiðing af því að það gerist eitthvað opbáslega mikið í miðtaugakerfinu. Það er einhver milljón rafboð og boðefni og sem einhvern veginn einhver gríðarlega flókin atburðar á sig inn í hauskúpunni og það bara hókus pókus, við höfum meðvitund heiminn. Akkurat. Og það er enginn sem getur sagt, hvernig í ósköpunum getur það verið? Nei. Sko, það er ekkert svar við hvernig það getur eiginlega verið. Og Spinoza, hann sá sem sagt gallatvíhygguna. Hann sá að hún var afskaplega ótrúleg. Og hann gerði sér mjög skýra grein fyrir því að við erum líkami, að líkami minn er ég, og það er ekki kostur á því að líkaminn bara hverfi og ég siti bara eftir sem sál og sé bara sama, sko, að sami ég sé bara að sem sagt sé óefnislegur andi. Nei, og í augum Spinoza semst er það bókstaflega satt að ég sé rúmlega 180 cm hár og svona mörg kíló. En í augum Descartes er það bókstaflega ósatt. Ég er rúmtakslaus og þyngd mín er 0. Þú ert bara andi sem hefur þann líkama. En þetta ég er límt við af einhverjum algjörlega óskilinum ástæðum við þennan skrokk. Og er límt við þennan skrokk væntanlega frá því fyrir fæðingu eða allavega frá fæðingu og af einhverjum óskilinlegum ástæðum þá kann þetta ég ekki að tala eða rökræða eða gera neitt fyrir en skrokkurinn hefur lært að mynda málhljóð. Þetta er náttúrulega bara rosalega skrítin hugsun, sko. En Spinoza,
honum fannst líka mjög ótrúlegt að sem sagt að lögmál efnisheimsins væri á einhvern veginn allur sannleikurinn þennan veruleika sem ég og bjó til kenningu sem svolítið líka sömuleyti tvíeðliskenningu sem hafa verið viðteknar í eðlisfræði síðan á dögum Niels Bohr að eðlisfræðingar segja okkur að ljóseindin og rafeindin séu ögn og þær séu líka bylgja og þeir segja ekki beinleinis að þessir hlutir séu ögn og séu bylgja, þeir segja bókstaflega frekar að við sumar gerðir athugana birtist þær sem ögn og við sumar gerðir athugana birtist þær sem bylgja og undirliggjandi veruleiki eitthvað sem getur birst sem bylgja og getur birst sem ögn en við getum ekki sagt hvernig hann Akkurat. Það sem sagt þá sannleikurinn öreindirnar og ljósið og svo framvegis undirliggjandi veruleiki getur birst okkur á ólíka vegu en við getum ekki alveg náð utan það hvernig hann Meni. Og Spinoza hann bjó til þarna á 17. öld svolítið svipaði hugsun það einhver undirliggjandi veruleiki sem birtist mér sem líkami og birtist mér sem reynsla birtist sem sagt það einhver undirliggjandi veruleiki sem einhver boð í taugum og hann birtist líka sem tilfinning, sem skynjun, sem minning, sem eitthvað meðvitað og þessi sami undirliggjandi veruleiki það lykilatriðið í hugsun Spinoza að sami undirliggjandi veruleiki birtist okkur á ólíka vegu, við getum sem sagt hugtekið hann á þessar 2 megin vegu sem sem sagt sem bara svona efni eins og Galileo fjallaðum og eðlisfræðingarnir og sem reynslu, tilfinning, minning, hugsun þannig að ef við stillum upp ekki andspænis efnishyggju ekki tvíhyggju heldur hughyggju eins og Georg Barclay hélt fram á Írlandi Barclay var með svona andefnishyggju, hann sagði það ekkert efni til það eina sem raunverulega til eru upplifanir okkar Akkurat. Og við upplifum að táin rekist í stein ef við erum berfætt úti en í raun og veru ekki þetta nema upplifun og það sem Spinoza segir allt í lagi til svona hugsun Barclay var seinna, hann gat náttúrulega ekki vísað í hann hughyggjan og efnishyggjan eru hvort tveggja að vissu leyti sannleikur það undirliggjandi veruleiki sem hægt að sjá eins og hughyggjumenn segja sé allur veruleikin og hægt að sjá eins og efnishyggjumenn segja sé allur veruleikin Þetta segir Björn vinnuðinn að annarkvort sem sagt ef þú segir að einhyggja hughyggja sem einhyggja hún runni að sama og efnishyggja sem einhyggja að þú farið sömu niðurstöðurunni og Spinoza segir sem þessi undirliggjandi veruleiki hann eitthvað óendanlega mikið og við getum ekki hann gerir ekki tilkall til þess að ná einhvern veginn utanum hann. Hann segir það einhver undirliggjandi veruleiki og hann líka heildarhyggjumæður heiminn. Það að segja þessi undirliggjandi veruleiki að hans viti bara ein heild. Að hann gerir samtlega grein fyrir því að hver líkami úr einu efni í dag og öðru á morgun. Ég meina einhver af því efni sem nú líkamannum mínum, eitthvað af því lendir bara í klóakinn á morgun og eitthvað nýtt efni kemur inn á munnin og gegnum nefið. Þannig að efni sem myndar líkamann minn
sem sagt líka mér minni svona eins og öldurnar á sjónum sko. Við getum hort á sömu ölduna en það ekki sama vatnið í henni þegar við sjáum hana hreyfa sko. Og og þegar hann sem sagt hann byrjar þessa skrýtnu bók sem kölluð siðfræði, svolítið merkilegt bók sem sko þetta skuli heita siðfræði en skýringin líklega svo að sko eins og siðfræði Aristóteles á þessi bók að kenna okkur að lifa vel og fallega. Hún er ekki aðalega til þess að útskýra hvernig heimurinn hún er aðalega til þess að hjálpa okkur að lifa betur. En hann þarf til þess að hann þarf þess að stilla hans sko, til að koma okkur hérna, lyfta okkur aðeins upp sko. Það er þessi mikla kenningum að hinn eini sjálfstæði veruleikin sem er sem sagt sem er engu öðru háður er bara heild alls heimsins og hann kallar þessa heild Guð. Það er bara til einn allsherja veruleiki sem hann kallar Guð. Hann sem sagt birtist okkur sem efni og hann birtist okkur sem hugsun. Hver sko en hvernig hann raunverulega er sko jafn órætt eins og sko hvernig er þetta sem eðlisfræðingar tala sem birtist okkur stundum sem ögn og stundum sem bylgja. Mjög skemmtileg tenging hjá þér að tala þetta þessi tvíræðni undirliggjandi eiginleika í hans kerfi passa mjög vel við skammtafræðina. Já, og sko hann talar svona tvenns konar megin eiginleika sko sem er rúmtak og vitund eða hugsun. En hann segir aldrei sko að þessir eiginleikar sem sagt séu veröldin. Hann segir sem sagt þessir eiginleikar eru sem sagt skoðunarháttur sem nær yfir allt. Þeir eru sko einhver leið til þess að nema eða skynja veruleikan. En hver svo þessi undirliggjandi veruleiki það er ekkert sagt í rauninni sko. En það skýrir hann svolítið eftir í óvissunni sko. Já. Og þú hefur skrifað bók um óvissuna. Já. Mér finnst svolítið að sé svona tengsl þarna sko og líka í bókinas Bjarnar verufræðin að við erum talað oft í heimspekinni oft þessa sátt við þetta óræða ástand sem er bæði í skammtafræðinni og er í sambandi hugar líkama og svo framvegis. En svo af því að Spinoza talaði að substansi hafi bæði rýmd og huga. Þá var hann kallaður svona í seinni tíma menn hafa skilgreindan sem svona allsálarhyggjumann. Já, það er eftir vil sko sumir hafa tengt kenningar hans eins og indverskri dulspeki sko þar sem sálirnar eru raunar einhvers konar brot af því mikla ljósi sem guðdómurinn er sko. Og það er enda líka til í evrópskri hefð sko svona hugmyndir að allir hugir séu hluti af einhverjum einum hug sko. Ég held að þetta náttúrulega kemur hjá nýplatonistum og hjá Ágústínusi og ég held nú að Spinoza hafi svolítið gengið inn í trúarbrögð mannkyns að nokkru leyti gegnum upplýsingun í Bengal að þegar lærdómsmenn í Kalkútta og þar í kring kynntust fræðum Evrópumanna, fræðum evrópsku upplýsingarinnar, menn eins og Ramon Roy og svo eftirmenn hans, þá bjuggu þeir til svona sambræðing úr þeim þóttu svona háleitustu
sannir sko kristina Evrópumann og evrópska heimspekinga og indverskrar heimspeki og það komu menn þaðan eins og Vivekananda sem ferðaðist Bandaríkin og víðar og kendu að hindúismin væri móðir trúarbragðanna en kristindómurinn líka heilagur sannleikur. Þessir menn þekktu evrópsku upplýsinguna, þekktu hugsun eins og Spinoza og bjuggu til nokkuð svona magnaðan trúarbragða kokteil sem var svo kynntur gjarna á Vesturlöndum sem indversk viska en var í rauninni viska manna sem þekktu fræði margra menningarheima. Og það var þess vegna sem þeir slógu í gegn. Þeir kunnu að tala til mjög margra. Með góða markhóp. Voru lesnir í fræðum kristina manna fornra evrópskra heimspekinga hugsuða frá Persíu og Arabíu og svo hérna fornum fræðum Indlands og það nú ansi margt í svona trúarlegum hugmyndum sem komu til okkar kannski nokkur hluti frá heimspekingum í Bengal, það sem núna er þá austasti hluti Indlands og Bangladesh sem kom frá hugsuðum úr þessum heimsluta sem hefur haft áhrif á þangagang okkar á Vesturlöndum og við áttum nú tímarit hér á Íslandi Gangleri sem miðlaði töluvert miklu af þessum hugmyndum til okkar lengi og þannig að sem sagt ég held að áhrif sem sagt Spinoza þau leynist nokkuð víða. Ég rekrendri í þessari grein svolítið hvernig hann virðist hvernig lærdómsmenn sem þekktu rit Spinoza og sögðu frá þeim virðast hafa til dæmis móta Stefán G. Stefánsson en það er bara eitt dæmi af gríðarlega mörgum sem hægt verið að taka. Ég ætla að skjóta við að þú segir í greininni að Spinoza hafi í rauninni verið að gera það sem að þykir bara mjög eðlilegt í dag að fólk býr bara til sína eigin trú og hann hefði svona svolítið verið á undan sín tíma í því að bara mynda sína eigin skoðinir og hann var að bregðast við, segir þú í greininni, hann var að bregðast við kreddum trúarbragðanna og segir líka í bókinni Óvissu, segir í heiminum er helst til mikið af smásálarlegum kreddum og sjálf byrgingslegri vissu en oflítið af innlægri forvitni og glaðværri spurn frammi fyrir leyndardómum tilverunar. Og mér finnst svolítið gegnumgangandi í þessari bók þinni og þessari umfjöllun þinni Spinoza að það er verið að bregðast við kreddum kirkjunnar á hans tíma en hverjar eru kreddurnar sem við erum að bregðast við í dag? Er það vísindahyggja? Ég held að vísindahyggja sé sko hjá mörgum er hún óttalega einstrengingsleg og mikil kredda og við höfum reyndar það er kannski hæpið að ég geti staðið upp og séð meinlokur míns samtíma, þar er hún yfirleitt ekki sýnilegar fyrir en eftir á en við höfum í samtíð okkar annars vegar svona mjög einstrengingslega vísindahyggju sem afgreiðu trú sem einhverja forneskju, eitthvað bara svona leifar af eldri hugsunarhætti og við höfum líka í samtíð okkar alls konar
alls konar barnalega kreddufestu mannréttindi, hlutverk ríkisins, mátt markaðarins, alls konar hluti sem við höfum svona, það sem svona ber mikið á barnalegri kreddufestu og fólk sem þarf að trúa einhverju svona, það á sennilega svolítið erfitt með heimspeki vegna þess að hún er alltaf til í að vefengja hinnar fyrstu forsendur, að sem sagt, hún leifir manni vildi ekki að ganga neinu sem gefnu og ég minnir að þegar ég skrifaði þessa grein þá hef ég nýlega verið að lesa William James sem er einn af mínum uppáhaldshugsuðum, ég held upp á bandarísku pragmatistana sko. Hann mælti svona með því að fólk gerði tilraunir með eigin hug, prófaði bara að trúa einhverju en væri svo alveg samt til í að bakka út úr því. Ekki sem sagt ekki ekki binda okkur alveg. Nei. Og hann segir eitthvað á þá leið sko, eina leiðin til að komast að því hvort viti í einhverjum átrúnaði, einhverju trúariðkun, hvort til dæmis viti því að fara með bænir, einfaldlega bara að prófa í nokkur ár. Maður kemst ekkit að því öðru vísi. Og mælti með raun og svona trúarlegum tilraunum og trúarlegri sköpun. Og ég segi sem Spinoza var frumkvöðull í að gera þetta sem William James mælir með, en svo þegar við horfum yfir söguna, auðvitað hafa trúarbrögð alltaf verið í sköpun. Martin Luther bjó að vísa ekki til kristindóm, en hann bjó til nýja tegunda kristindómi sem var svo talsveit öðruvísi og það geti Calvin líka og undan þeim upphafsmenn miðalda heimspekinnar í Evrópu, menn eins og Augustínus frá Hippo í Evrópu, hann var reyndar í Afríku en hafði áhrif í Evrópu, bjuggu til Augustínus bjó til einhverja nýja samsuðu úr platonisma og guðspjöllunum sem var trúarleg nýlunda og ég held að þetta sé eitthvað sem er alltaf í gangi og það stundum talað það núna sko að allar þessar trúarhefingar í nútímanu sem sumar eru skrýtnar í augum fólks sem aðhyllist svona einhverja vísindalega hugsun og alveg upp í háskóla umhverfi eins og alls konar svona bókstafstrú bæði í hindúisma, íslam og kristni, að þetta sé bara einhver forneskja sem hefur ekkert breyst í bara síðan einhvern dögum spámannina, ég veit ekki hvað sko. En veruleikinn sá að þetta eru allt saman nýjungar. Sem sagt, menn eru núna býsnast yfir einstrengingslegum útgáfum af íslam, vahabítum og einhverjum. Þeir hafa ekkert verið á kreiki lengur en í cirka 200 ár. Og undan þeim höfðu einhver mestu blómabörn trúarbragðasögunar súfistarnir búið til útgáfu af íslam sem var örugglega svolítið öðruvísi heldur en á dögum spámannsins og kalífana og það er sama í hindúismi Vivekananda er öðruvísi heldur en nokkuð sem amma hans hefði vitað af og kristni nútímans er semst afsprengi nútíma þarfa og nútíma lífshátta og hún er öðruvísi. Nú leið og fólk áttar sig á þessu að það er alltaf í gangi trúarleg nýsköpun, þá vaknar svo spurning, því skildum við ekki þá bara taka málin í eigin hendur og skapa meðvitað í staðin fyrir svona einhvern veginn að láta þetta verða til fyrir einhvern svona hópefli, hópþrýsting, einhverja svona, einhverja svona krafta í samfélaginu. Akkur gerum við þetta ekki bara meira með rökræðu?
skapa trúarbrögð eða skapa trú. Já, það er það sem Spinoza býður upp á. Akkurat. Sköpum okkur heimsmynd sem hjálpar okkur að lifa vel og fallega, reynast hvert öðru vel, eiga einhverja von og gerum það bara meðvitað og með rökræðu. Í staðin fyrir sem sagt að finna spámann sem á hljómgrunn í mínum huga og halda að hann sé með einhverja sko upprunalega útgáfu af henni hreinu og sönnu trú sem er þá búin að vera eins, ég veit ekki, frá dögum Búdda eða Jesú eða Mohammed eða einhvers, að bara átt okkur á því að við erum börn sögu og siðar og taka þetta í eigin hendur. Og þetta sem sagt eru menn svolítið að gera. Ég skynja þetta stef svolítið í þínum verkum og nokkur sem ég hef lesið undanfarið. Er það svona eitthvað nútíma hlutskipti heimspekingsins að reyna að blása anda í vísindin? Einhverja svona rómantík eða gleði eða lífsspeki, að því að sko ef þú tekur sko skammtafræði pælingunum til dæmis, þá voru sumir sem að litu á að rétta svarið við því væri instrumentalismi. Já. Það ætlar bara einfaldlega ekki að draga neina ályktanir aðrar en þær sem mælast. Nei, og ekki leyfa mér að hugsa út fyrir það þekkta. Akkurat. Og það að segja við fólk að það eigi ekki að hugsa út fyrir það þekkta er að segja fólki nánast að verða önnur tegund en það er. og sennilega mun það ekki bera mikinn árangur og ég held að sko afleiðingin af því sé svo að þá rökræða menn sig ekki út fyrir það þekkta, leiðrétt ekki hugsanir sem leita út fyrir það þekkta sem er á skjön við allt sem þó er vitað. Nei. Heldur stökkva á einhverja bara eitthvað sem einhverjar hugmyndir sem eru hugsanlega bara skaðlegar, rangar og við sjáum þetta svo sem sko sem sagt svar mjög margra nútíma samfélaga við vonarsnauðri visku þeirra sem ekki geta trúað á neitt háleitar og göfugra en ríkisvaldið og markaðinn og hafa ekkert nema eitthvað svona vísindalegan instrumentalisma, engar hugmyndir um neitt undirliggjandi veruleika. Svör mjög margra nútíma samfélaga við þessu er einstrengingsleg bókstafstrú þar sem menn fara þá gætni í einhverja gamla bækur og finna þar einhverja ástæðu til þess að jafnvel grýta fólk eða vera andstyggilegi við samkynhneigða eða á móti kvenréttindum eða finna þar eitthvað svona sem hefða til þeirra eins og líka í bland eitthvað sem er nú svona í allt öðrum anda sko og sem sagt það að trúarbrögð séu ekki rökrædd opinskátt og það sé ekki sem sagt einhver svona leit þar sem menn nota það vit sem þeir hafa til þess að skapa einhverja von og einhverjar háleitar hugsanir. Það leiðir til þess að fólk stekkur þá í fangið á einhverju svona. Eins og einstrengingslegri bókstafstrú sem er kannski andstæð menntun, andstæð jafnrétti, andstæð alls konar hlutum sem þeir sem hugsa hátt ættu einmitt að láta sér andum. En ef að heimspekin er einhvers konar farvegur fyrir þessa hugmyndavinnu með trúarbrögð í svona einhvers konar gleðilegum anda.
þarf heimspekin þá alltaf að vera einhvern veginn eins og einhver svona eins og hún núna sko, hún er kennd í háskólum og er svona svið þar frekar heldur en stofnun eða eitthvað, að því um leið að vera til stofnun einhverja eina nálgun við þessa trúarhugmynd eða þessa lífshugmynd verður hún ekki strax kredda. Það er ekki vera svona einhvern veginn seigfljótandi eða sífljótandi. Það er ekki gott að segja sko, fólk hefur vissulega reynt að búa til félagsskap, stofnanir og til dæmis eins og tímarit, bókaútgáfu, sko í kringum það að vera víðsýn og opin fyrir alls konar hugmyndum og ég nefndi þarna ég býst við að tímarit í gangleira á Íslandi hafi verið tilraun í þessa átt til dæmis og starfsemi Guðspekifélagsins þó ég ætla ekki svo sem að fara að staðsetja mig þar ég held að en þannig að ég svo sem ætla ekki að útiloka það að það geti orðið til stofnanir sem standa vörð frjálsa hugsun en það er alltaf svolítil hætta á að það er þurfi þá einhverjar kreddur, einhverjar stefnu yfirlýsingu og svo þegar þessar stefnu yfirlýsingar rekast á einhver horn í veruleikanum þá séu það bara allt í einu kona með klær sko. Ég sé fyrir mér einhverja Spinoza stofnun þar sem að undirliggjandi veruleiki er svona tvíræður og svo leið og svo þekking breytist þá er það bara ekki lagi að því að menn eru fastir í sínu. Nei, ég held að það verði nú kannski ekki en sko ég held nú að sem betur fer sé stór hluti þeirra sem starfa innan trúfélaga hér og aðhyllast eitthvað átrúnað sko alveg til í að ræða og skoða ýmsa möguleika. Ég sem sagt þó svo að kredduföst einstrengingsleg bókstafstrú hafi svona verið í sókn víða í heiminum svona síðan svona 79 og 80 þegar klerkarnir tóku völdin í Íran og Líkúd bandalagi vann í kosningum í Ísrael og Moral Majority var stofnað í Bandaríkjunum og var þetta einhver breyting þó svo að svoleiðis hreyfingar hafi haft svona fengið töluverðan byr þá í núna eitthvað yfir 40 ár þá er það nú sem betur fyrir þannig að flest fólk sem ég þekki með þess að kosti hér á Íslandi sem talar fyrir einhvers konar trúarhugmyndum er ekki af þessu tagi er ekki einhverjir mikli strangtrúar menn sko þó svo að nokkur sé að liðið frá því að fólk gekk með blóm í hárunu þá er ennþá til blómabörn vona ég sko. Hýbarnir? Já. Já, þannig að við erum búin að vera að tala sko þetta með að heimspekin blási svona anda í instrumentalisman og það sé svona svolítið það sem að Spinoza er að gera. En það er eitt sem Spinoza sagði. Hann sagði að heimurinn sé eilífur og óorsakaður. Já. En nú vitum við sem sagt, þykjumst vita sko, að Miklihvellir varð einu sinni og að stefnir allt í svona endalok. Hefði Spinoza gjörbreytt sinni mynd vitandi þetta? Nei, ég held ekki sko. Ég held hann hafi talið að þetta væri hluti af myndinni. Sko, ef ég skil Stephen Hawking og aðra sem skrifa sögu sögu heimsins rétt, þá líta þær ekki svo á að fyrir Miklahvell hafi
hafi liðið tími og svo komið það augnablik að heimur var skaptur. Nei, einmitt. Nei, heldur hafi tímarúmið þessa lögun. Já. Og þá kemur þetta eiginlega sko kannski það sem er erfiðast og flóknast og svona einhvern veginn erfiðast að ná utanum í hugsun Spinoza. Það er eiginlega hvers konar veruleiki er tíminn. Og þetta er auðvitað, ég meina, hann var ekkit, sko, fólk hefur auðvitað velt þessi fyrir sér. Ágústínus frá Hippo sagði að þegar hann hugsaði ekki tímann, þá var þetta svo sem ekkit svo erfitt, sko. Þá stundi þetta liða, en leiði hann fara að hugsa þetta, þá gerði hann sig grein fyrir því að hann botnar eiginlega ekkit í því. Hvað er tíminn? En ég held að sem sagt hugmynd Spinoza að heimurinn sé eilífur og óumbreytanlegur og einn sé að þessi heild sem inniheldur allan tíman og hefur þetta sem sagt þetta sköpulag að þegar við rekjum tíman aftur þá endur við í annarkot hjá eða á Miklahvelli, að þessi heild það sé tímalaus sannindi að hún sé svona. Og og ég veit ekki sjálfur hvað á að halda, sko, hvort upplifum við tíma bara vegna þess að við erum einhvern veginn líkami með hjartslátt sem eldist, er sem sagt er tíminn í raun og veru bara vídd eins og víddi rúmsins. Sem sagt Einstein bauð okkur að hugsa þannig. Og Einstein reyndar hafði þetta einhver leyti frá Spinoza og og var afskaplega hrifinn af Spinoza, sko. Einstein var skúffuskáld og hann orti ástarlög til Spinoza. Já, frábært. já, hann sem sagt hann þekkti þessa hugsun, sko, og fyrir honum í heimsmynd Einsteins er í rauninni það bara væntanlega einhvers konar mannleg takmörk að finnast að það sé bara til eitt augnablik í einu, svo sé það horfið aftur í fortíð, en veruleikin sé sá að heildin frá Miklahvelli til endaloka sé bara einhvern veginn tímalaust til. Einmitt. Já, þetta er mjög góð pæling. Þetta hafa margir verið að vinna með, sko, til dæmis Donald Hoffman, hvað er hann? Heimspekingur allavega. En hann sem sagt með einmitt þessa vangaveltu, sko, að við sem lífvera höfum þróa með okkur getu til þess að vera eins og við þurfum á að halda til að vera á lífi, sko. Og hugsanlega einmitt að til þess að geta gert eitthvað fókuserað, að þá höfum við ekki skynbragð á tíma en öðru sem svona, sko. Nei. Og þetta er eina, sko, mjög í semst anda Spinoza að semst okkar vitsmunalegu hæfileikar eru hluti af bara þessari náttúru og þeir eru ekki til þess gerðir að ljúka upp öllum leyndardómum heimsins. Þeir eru til þess gerðir að lifa, sem sagt, og þetta er svo heillandi rit, siðfræðin. Ég las hana fyrst 20 og svo aftur hefur lesið svona 10 ára fresti síðan, sko, og hún opnast alltaf nýjir heimar í hvert skipti sem maður les hana,
þar í rauninni fyrstu bækurnar, meiri hluti verksins, fyrstu 4 bækurnar fjallar raunar það hvað við erum óskaplega takmörkuð. Já, Að líkami okkar háður ytri aðstæðum og við erum sem sagt höfum girndir og hvatir sem við ráðum eiginlega ekkert við og láta okkur oft gera alls konar vitleysu. Við eigum mjög erfitt með að skilja hvað að gerast í okkar eigin hug og sem sagt við erum óskaplega takmörkuð. Og en svo kemur 5. bókin sko með þessa svona hálftrúarlegu von að við getum samt sko öðlast eitthvað skonar innri frið og frelsi og lyfta okkur yfir þetta tímanlega og það menna var svona skilið þetta ýmsa vegu sko en hvernig maður nú að orða þetta. Spinoza leit svo á að sem sagt dýr og maðurinn dýr. Hann væri á valdi girnda og við værum hvað það varðar. Hann hafnaði algjörlega þeirri hugsun Descartes að menn og dýr væri eitthvað algjörlega ólíkra gerðar. Akkurat. Að við höfum bara girndir og sagði sko alltaf hesturinn hefur auðvitað hrossagirnd en maðurinn hefur mannagirnd en við erum sem sagt, við erum dýr við stjórnust af girndum sem við skiljum ekki og margar þeirra láta okkur reyna að gera hluti sem skemma fyrir okkur og skilja eftir slóð eyðileggingar. En svo kemur þessi von í síðustu bókinu sko, það er að vísu ekki hægt að stjórnast af neinu öðru en tilfinningum og hvötum. Þessi hugmyndum sko að hrein skynsemi bara ráði í lífinu, hann að mati Spinoza algjörlega óraunhæf. Við erum bara hluti af þessari náttúru sem bæði efni og sál og en það til ein tegund af hvötum sem getur frelsað okkur og ef við náum að rækta hana þá vex hún og stækkar í lífi okkar og svona hefur okkur einhvern veginn yfir þetta og hann segir þessi hvöt ástin á Guði. Hann sko, þetta mjög svo sagt að þessi maður sé guðleysingi, hann alltaf rosalega spýtin guðleysingi að segja að ef menn ná að temja sér ást á öllu sem þá losnið við að vera á valdi sko girnda sem láta þá gera hluti sem þeir sjá eftir og rústa lífið þeir og eyðileggja fyrir öðrum. Það sé semst, það er eitthvað svona það er einhver leið þarna til frelsis það segir í Nýja testamentinu að mjóri vegurinn og þröngt hliðið sem liggur til lífsins. Spinoza segir sem sagt örmjóri vegurinn og mjög þröngt hliðið en það er samt sko og það er þetta sko það er þetta sem hann eiginlega skáldar til viðbótar við heimsmynd vísindana. Svo þetta er rosalega vísindalega hugsun. Við erum bara dýr á jörðinu sem stjórnast af girndum sem drífa dýr áfram og erum bara ekkit svo frábrugðin hinum dýrunum. Og þetta er algjörlega sko þetta er algjörlega hafnað sko þessari tvíhyggju Descartes sem sagði semst þetta er mjög jarðbundið. Að dýrin eru bara efnislutir en maðurinn af allt öðru tagi en dýrin. Og þetta er náttúrulega miklu svona meiri anda vísindalegrar hugsunar að maðurinn sé bara bara yfir allt hafin hjá Spinoza er í rauninni maðurinn engin svona undantekning frá náttúrunni, hann er hluti af náttúrunni. En þú segir í greininni sem að svona við förum nú kannski að slá botni í þetta hjá okkur en þú segir sko varðandi með þetta sko með að það sé í heimsmynd Spinoza einhvers konar fegurð eða
einhvers konar náttúruleg góðmennska og segir hérna þetta slær Spinoza þó bæði úr og í, hann segir annars vegar að Guð sé laus við ást og hatur og hins vegar að í vissum skilningi elski hann okkur mannfólki í gegnum okkur sjálf því ást mannsins sé hluti af ást alverunar. Já. Og þetta svona gott dæmi finnst mér þetta er svona tilraun heimspekings til að bjarga heiminum sko. Hann að reyna að varpa inn í vitsmunalíf okkar einhverju svona góðu elementi. Og sér sko, hann að reyna að vera sem sagt algjörlega vísindalegur. Sem sagt heild alls heimsins, þessi undirliggjandi veruleiki sem sagt hérna er eitthvað sko gríðarlega sko stór og mikill. Sko hann er ekki með eitthvað svona mannmiðað sko honum fyrir þessum undirliggjandi veruleika er maðurinn bara hluti af einhverju risastóri heild og skiptir ekkert meira máli heldur en bara eitthvað sem er að gerast á öðrum plánundum og hann vill svona sem sagt vera algjörlega svona vísindalega hugsandi sko, nei, það getur ekkert verið að það hafi einhver skapa sko helling af stjörnum og sé svo rosalega upptekin af einhverjum fjarálfisum tvífætlingum og einnig lítið plánet sko, en það sko sem allt í lagi ef menn taka svona heimsmynd vísindarna alvarlega þá er það náttúrulega rosalega skrítið væri það rosalega skrítið að mjög svo algjörlega en hann vill samt einhvern veginn skálda ofurlega viðbútt við þessi heimsmynd þar sem ástin hjálpar okkur ekki bara að lifa betra lífi, mannlífi, heldur sé hún einhver hluti af sem sagt af einhverju stærri heild sem er í það heila tekið góð og allt í lagi ef hugur okkar er hluti af stærri hug og hluti af sem sagt einhverju sem er svo gríðarlega miklu stærra en við að við svona bara getum annars ekki hugsað það en ef við erum full af ást og kærleik þá er þessi gríðarlega stóri og miklu hugur að minnstakosti með það innanborðs þetta kallar Whitehead sko að heimurinn stefni að fegurð. Nei, hjá Spinoza sko, stefnir heimurinn ekki að neinu sko. Nei, hann er ekki markkikinn sko. Nei, og gildi mannfólksins sem sagt okkar manna góðvild og manna réttlæti og svo framvegis er sem sagt eru afsprengi mannlífs að og þetta er þetta eldgömul hugsun sko að hún er eldri en Platon og Aristoteles sko að Herakleitos frá Efesos sem lét eftir sig svona brot og snepla og var kannski sömuleyti svolítið andlega skyldur Spinoza sko, hann í eitt af brotunum sem til er eftir hann segir, nú vona ég fari rétt með þetta, segir sem sagt mönnum er sumt rangt og sumt rétt en Guði er allt gott og rétt og fagurt að sem sagt manna gildismat er bara manna gildismat það var ekki hluti af einhverju teikningu sem eða einhverju ráðagerð sem skaparinn hafði áður hann að bjóða til heiminn sko. Þetta er mjög keimlíkt því sem þú segir Spinoza. Að manna gildismat er bara manna gildismat en Guði er allt gott og rétt og fagurt sko. En að lokum svona ég er með svona þema í þessum þáttum að vera með spurningi í lok þáttarins hún er eitthvað þessa leið
maður alltaf að reyna að gera eitthvað gott í lífinu og standast vel og passa fólki sitt og svo framvegis og þá þarf maður svona svolítið að taka hlutina alvarlega og vera fókuseraður og svo framvegis en svo einhvern veginn alltaf svona mótsatnakennt nauðsyn í tilverunni að taka sig ekki alvarlega. Ert þú með eitthvað svona persónulega heimspeki hvernig þú forðast að taka sjálfa þig of alvarlega? Ég held að það sé eitt af versta sem heimspeking getur gert, það er að missa algjörlega kímnika, hún að missa sýn á það að þrátt fyrir að hafa eitt ævinni í að lesa bækur og reyna að skilja eitthvað, þá maður er alltaf afskaplega takmarkaður og maður getur verið að skilja flest vitlaust og ég held að kannski svona eitt skásta meðalið við þessum derringi að þykjast vera einhvern veginn með allt á hreinu síðan nú bara heimspekileg efahyggja eins og ég skrifaði í bókinni Sátt við óvissuna að muna eftir því að það er engin trygging fyrir því að maður hafi rétt fyrir sér. En það ef maður hugsa svona heiminn eins og Spinoza, þá væri náttúrulega rosalega skrítið að ímynda sér að á einum litlum bláum hnetti sé til einhverju frumuklasar sem bara geta sannað að þeir hafi rétt fyrir sér allan heiminn. Það er bara ótrúlegt í meira lagi. Við látum það vera lokaorðin. Kæra þakki fyrir að koma allir. Já, takk fyrir spjallið. Þetta var skemmtilegt. Þetta var gefið. Takk fyrir okkur.